Áfram Ísland. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, við erum núna komið yfir í Taekwondo. En helgina það var mikil veisla þar því að þarna voru mættir eina helstu stjörnum í Team Nordic en Pétur Már Jensson, hann komin hérna á línuna hjá Taekwondo-deild Selfoss og kannski ég byrja að spurja þig Team Nordic, hvaða svaka hópur þetta fyrir þá hlustunum sem vita ekki hvað það Já, blessaður, hann samastendur af fólki sem eða þjálfurum, bestu þjálfurum Norðurlandana sem líkaði bara ekki hvernig umgjörðin var utan þetta í sínu löndum, þannig að þeir tóku sér bara til og mynduðu þennan hóp, skiptast á náttúrulega upplýsingum og öðru og þau eru bara að verða með þeim bestu bara á Norðurlandunum og jafnvel í heiminum því að innan okkar vébanda eða þeirra vébanda réttara sagt er til dæmis kona nummer 2 á rankilistanum. Já, þannig að það ekkit minna það og svo náttúrulega má ekki gleyma honum Freddy sem flesti Fredrik Emil Olsen sem það nú gaman fyrir fólk að googla og sjá, hann algjört undrabarn í þessu og fleiri eru að spretta meðan það er að fara 10 til 12 manns héðan á þessi kampi, þetta búið að vera svona 23 ári alltaf og þetta fyrsta skipt sem fáum að halda þetta hér, gekk alveg gríðarlega vel, þetta var skemmst frá því að segja en það var alltaf öll aðstæð og allt hér alveg frábært þannig að mikið til koma Þannig í rauninni þarna voru komnir þarna eins og bara næst besti Taekwondo viðgati í heimi og fleiri til mættir þarna í Iðu á Selfossi á Íslandi Já komu hérna festaskvöld og þau fóru bara í hátir í dag þannig að þetta búið að vera gríðarlega löng og ströng helgi hjá okkur en virkilega gaman gekk alveg glimrandi vel, gekk allt upp alla tímasetningar og allt saman þetta mjög stíft prógram hérna þau byrja að snemma mótnan að æfa og hætta kannski setnipartin svo farið að gert eitthvað skemmtilegt líka og það bara þetta gekk allt eins og í sögum virkilega gaman að fylgjast með Og hvað náðu þið þið hafið væntanlega þurft að hafa svolítið góða umgjörð í kringum þetta og hvað náðu þið að sýna eitthvað í kringum Suðurlandi núna? Já, þau fóru á Geysi í gær í alveg blíðskaparveðri og náðu fyrir mér að sjá og fannst mikið til koma, fannst landslagið virkilega fallegt. Svo viljum við ekki sýna þeim of mikið því að þeir eru að koma aftur Já. Það er eitthvað eftir. Það er rétt hjá okkur. Það er skára klára ekki kvótan á snemma. Já, nákvæmlega. Svo náttúrulega fóru allir í Bláa lónið. Það var ekkert gefið eftir Nei. Þannig að þetta er bara virkilega gaman. En þessar æfingar eru gríðarlega hnitmið að það tekið fyrir ákveðna atriði og það er hamrað á þeim allir kunna þetta, síðan þetta rótgerir alltaf, það er alltaf eitthvað nýtt sem hinn eiga ekki svar við. Þessar æfingar lokaðar og það er bara þeir sem í liðinu sem fá að fara á þessar æfingar. Þannig að þetta er alveg grjótmagnað fyrir briði. Og þetta eru þarna mættir samankomni náttúrulega eitt af bestu Taekwondo-liðinu og svo líka þjálfarar, eða ekki? Varstu ekki að tala um það að Team Nordic var uppalega þá stofnað að þjálfurum sem vildu fara að starfa betur saman þá eða? Já, og svona kljúfa sér frá allir þessari pólitík innan þessara samband og annað. Bara fara að vinna að íþróttinni eingöngu. Hugsa ekki neitt annað. Já. Og þeir eiga það allir sameiginlegt að hafa náð mjög góðum árangri með sín lið. Og þeir koma frá öllum Norðurlandunum ef við undanskiljum Færeyjar og Grænland þá eru hér bara allir frá öllum löndum og það eru náttúrulega stór lönd eins og Svíþjóð með 2 lið og Norðmenn líka og Danir en það komum ekki öll liðin núna því að þetta er náttúrulega við vitum að það er mikið lengra til Ísland frá Norðurlandunum heldur en hinna leiðina Þannig að fannst þetta svolítið langt ferðalag en spáði ekkert í það að Íslendingarnir fara alltaf það er jafnveg. Þetta er bara svona sem gengur en svo var einhverju hræddir við eldfjallið og svoleiðis en þetta er bara ótrúlega að það komi hérna 60 manns og voru hér alla helgina. Og þetta er, eins og ég lesi hérna heimasínu frá ykkur að þetta er svona gengur undir viðnefninu Champions Factory. Já.
gangur því Elín Jóhansen til dæmis, hún vinnur all mót sem hún fer á, það bara svo einfalt. Hún að fara á Ólympíuleika núna. 2016 eða ekki, ekki Ólympíuleika þá. Jú. Já, hún að fara á þá. Og líka hann Fredrik Emil Olsen sem í þessu tímnóti líka. En nú eigum við Íslendingar alveg svakalega mikið að etnilegu taekwondo-iðkendum og einni menn sem eru konir í fullorðinsflokk og eru virkilega góðir. Erum við ekki að fara að sjá iðkendur í framtíðinni að keppa fyrir hönd Íslands á Ólympíuleikum? Jú, við sjáum ekki tvítið fyrirstöðu. Ef það haldiði vel á spilunum, þá það bara ekkert mál. Og þessir með aðgang af þjálfurum eins og þessum, þá það bara ekkert spurning að það verður. Við erum að eignast þér fólk af kaliberi sem ekki hefur verið hér áður. Það bara svoleiðis. En svo skemmtilegt að sjá svo takið þið það ekki unga etnilega bara strax og þeir eru bara í rauninu orðið svolítið afreksfólki bara áður en að verðu orðið 18 ára gamalt. Já, þeir eru mjög segir að spotta út á sem eru mjög góður og hafa þetta kannski í sér og annað og þeir eru bara teknis ekkert, þeir bara látnir að æfa eftir sérstöku prógrami. Við erum að sjá til dæmis núna, þetta kannski minnum það hjá okkur hér en þetta að byrja. Við erum að sjá koma bæði frá Danmark og Svíþjóð gríðarlega efnilega unga krakka, allt með 11 ára gamla, Þannig að þetta bara virkilega gott. Gaman að fá að taka þátt í svona. Þetta nefnilega ekkert sjálfgefið að við Íslendingar fáum að vera með, en þetta gengur það vel hjá okkur og við erum með þau eru þrjú, Daniel Jens, Ingibjörg Erla og Dagný María eru núna í þessu tími. Team Nordic og síðan voru 4 gestir núna sem það voru Ísak Máni og Sigurjón Bergur og Þorvaldur og Marek strákur sem býr á Selfossi frá Pólandi. Þeim var boðið að vera með á þessum æfingabúðum. Þannig að þeir hafa getað tekið góða reynslu inn í reynslu bankan. Og gríðarlega hastverður segja það. Já. En svo líka annað, það ekki með þennan hóp að þetta þannig afrekshópur að ef þú ert ekki að standa þig þá ertu hendur og hóttum við það ekki? Já, það þannig að milli æfingabúða sem eru að 2-3 mánaða fresti og þá ef þau sjá ekki framför þá bara missið þú sætið þitt í þessum hóp. Já. Það komast færri að þeim vilja. Og við sjáum til dæmis eins og þetta Súsim hóp frá Svíþjóð að þau gistu hér í nótt og voru að fara í bæinn í dag en þau þurftu að fá aðganga að æfingarsalnum okkar því að þau sleppa ekki úr æfingum, það bara svoleiðis. Þetta alvöru lið. Já. En svo aðeins aftur að starfinu ykkar á Selfossi. Nú ert þú náttúrulega búin að vera viðlógin þessu frá er það frá stofnun taekwondo-deildarinnar jafnvel bara? Já, meira og minna. Já, og þú náttúrulega, þið eru náttúrulega fjölskyldan á Selfossi, þið eru öll með svartabeltið í dag. Já, nú vorum við öll komið með svartabeltið loksins. Sem minnum að það ég á ennþá eftir að fá ykkur öll saman einhver tíman. Það verður svolítið fróðlegt að fá ykkur aðeins að metast hérna. En svona frá því að byrja, þú veist, taekwondo, þetta þessi íþrótt á Íslandi sem að taka svona eiginlega mesta hástökkið á Íslandi í íþróttum. Já, hún hefur gengið ljómandi vel og það góðan hljómgrunn. Það sem að fólk sér, ég heyri þetta frá mörgum foreldrum að það skortir svolítið aga í skólakerfinu okkar og fleiri og þarna fá þau jöfn aga á þess að nokkur sé vondu við þau skilur. Það ákveðna reglur sem gilda fólk þarf að fara eftir, það bara þannig. Þetta byggir svolítið mikið upp á því. Og síðan þetta, það ekki allir sem þrífast í hópíþróttum og þá þetta fínn valkostu fyrir þá. Þetta nánast enga þjálfun á hvern og einn því að það bara þjálfun, hann fylgist með öllum sem í salnum og leiðbeinir hverjum og einum.
Ég hefði viljað til að móðir mín hefði vitað af þessari íþrótt, þá hefði kannski verið auðveldur að ala mig upp. Já, kannski, hver veit. Já. En hérna, þið eru hérna, sko, nú eru á Suðurlandi, þið eru ekki bara á Selfossi, nú eru þið búin að fara víðar, þið eru ekki á Stokkseyri, Þorlákshöfn og Hellu, eða ekki? Eða? Jú, við erum reynda núna á Eyrarbakka, hérna, gekk illa að fá tími í húsinu á Stokkseyri, þannig að við erum á Eyrarbakka núna. Eyrarbakka, Þorlákshöfn, Hellu og svo hér. Já. Og erum einmitt að fara af stað með Þorlákshöfn núna, það var búið að vera sama. Þetta er alltaf sama vandamálið allstaðar og það eru húsnæðið. Það er náttúrulega setin öll íþróttahús allstaðar. Þannig að það þarf bara að sæta lagi og reyna að finna góða tíma sem henta öllum. Svo þurfum við að búsla þessu saman með kennarana okkar náttúrulega. Þannig að þessi get ekki verið á 2 stöðum í einu. Nei. Þannig að þetta gengi gríðarlega vel og það er alltaf aukning á milli ára og við getum ekki kvartað orðin fjölmennist á deildlandsins. Já. Og svo, já, það er skemmtilega líka við þetta sport að, já, það sem maður hefur tekið eftir að þetta verður í rauninni svona einstór fjölskyldamanns að vera innan taekwondo-sins. Já, það er svolítið mikið þannig. Það er svona, þetta er þannig alltaf marga samverustundir og þetta verður alveg rétt. Þetta verður einstór fjölskylda, það er búið gaman að því. En nú eru við með 3 iðkendur hérna frá Suðurlandi sem eru í Team Nordic og þau þurfa að fara það ekki á 3 mánaða fresti alltaf út. Já. Og náttúrulega eins og staðan er í þjóðfélaginu í dag fyrir íþróttafólk þá hefur eiga allir viðmitt það vandamál að stríða að þetta er virkilega, þau þurfa virkilega að leggja sig fram með það ekki að vera með fjáröflun og fleira eða ekki? Jú, það er allt í fullum gangi. Við náttúrulega höfum búið mjög vel, fengið bæði stiður Árborg vel við sitt fólk og svo er þau fyrirtæki og velunnara sem hafa stutt okkur og það er náttúrulega bara alveg frábært. Og það er ómetanlegt og allur aðbúnaður, bara taka það fram, allur aðbúnaður hér í Árborg, jú, það er vissulega eitthvað sem hægt er að finna sem maður má betur fara en aðgangur að öllu eins og núna þegar við förum þess að leita við fá að fara í sund þegar við vilja og það var ekkert mál, skiljum við. Það borguð ekkert í sund þessi hópu sem kom og þannig að þetta er voðalega gaman að geta búið upp á svona. Já. Þau hafa aldrei séð uppbyttað sundlega fyrir. Nákvæmlega. Þeim fannst þetta alveg rosalega magna. En það var gerið á Stokkseyri, það var bara... En svona í lokin áður en ég sleppi er maður eitthvað tímann og setna að byrja í taekwondo? Nei. Þú varst nú að ná í svartabelti daginn eða ekki og þú, hvað er þú orðinn gamall? Ég var 54 ára núna daginn og til að hafa mikið við það. Félagi minn Daniel Fonseca, þakkaði fyrir það, hann er 56 ára og tók hann svartabelti saman. Þannig það er greinilega aldrei of seint. Ég sé eftir að hafa ekki byrjað fyrir en þetta er svona. Þetta er voðalega gott og maður sér það bara, þetta er gott fyrir strókin. Ég er svolítið hressilega og taka á. En fyrir þá sunnlendingar sem eru kannski að hlusta núna og því að þetta er fínasta líkansrækt bara alveg á saman hvað aldrei þú ert eða ekki? Það er nefnilega málið. Þetta er alveg rosalega góð líkansrækt og mikil og góð og fjölþætt. Þetta er ekki bara hendur eða fætur, þetta er allur skrokkurinn sem tekið á. Það tekið mikið á jafnvægi og eru svona sem hefur gríðarlega mikið að segja fyrir mann. Þannig að það er bara að koma og prófa, bara taka með sér stuttbuxur og ból og mæta. Já, það tekið vel á móti manni? Já, ekki verið fremið við það. Pétur Már Jensson, þakka kærlega fyrir og mér hlakka mikið til að fá ykkur fjölskyldin einhvern tíman hérna í heimsókn. Þið eru 5 eða ekki og öll með svartabelti? Jú. Já, það verður gaman að fá, það er ábyggilega fróðlegur sportáttur myndi ég halda. Já, það er ekkert mál að koma því við. Já, en hvað er hérna, ég gleymi náttúrulega einu, hvað er framöndan núna hjá ykkur á Selfossi? Er ykkur mót? Já, það er byggarmót, fyrsta byggarmót TKV verður hérna á Selfossi og þetta er svona, dýnist inn eitthvað á mótum og svo erum við alltaf með okkar eigin mót. Þau eru alltaf verið fjölmennar og skemmtilegri, þannig að það þarf að spyrja núna hvort það sé ekki að fara að koma okkar eigin mót, HSK mót. Þannig að þetta er fullt að gera í starfinu alltaf. Já. Pétur Már Jensson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel. Já, takk kærlega sömuleiðis. Já, fara ekki langt hlustu góður, við erum að fara núna yfir í 5 leikana og hvet enn og aftur alla til þess að prófa þessa skemmtilegu íþrótt
Ég get sagt eitthvað það, ég prófaði þetta og þetta alveg, ferlega góð líkansrækt og að gera að kíkja þetta og það vel tekið á móti manni, trúið því. En næsta dagskrá það eru 5 leikarnir og við eigum eftir að heyri í 3 einstaklingum í kvöld. Við eigum eftir að heyri inn í Sólveigu hjá 5 leikasambandinu og einnig ætlum við að heyri yfir þjálfaranum Ásu Ingu Þorsteinsdóttur og Tönju Birgisdóttur, þjálfara frá Selfossi sem landsliðsþjálfari. Svo, þegar klukkan skellur 10:30 þá erum við náttúrulega komin í boltasparkið og kastið. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.